Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, Ólympíuleikunum í Ríó lokið og já, framundan er annað Ólympíumót og það er Paralympics Ólympíuleikarnir og þar eigum við Íslendingar þó nokkra keppendur og línuna er komin hann Ólafur Magnússon hjá Íþróttasambandi fatlaðra. Komdu blessaður og sæll höfðingi. Sæll sjálfur. Hvernig hefur það? Ég hef það mjög gott. Ég ætla að vona að þið hafið það líka hana fyrir austan. Já, það er alltaf gott. Er það ekki? Já, það er nú heldur betur búið að vera viðburðaríkt sumar hjá ykkur núna? Já, það er alveg óvægt að segja það. Við vorum að taka þátt í tveimur stórum mótum, Evrópu mótum fatlaðra, bæði í sund og frjálsum íþróttum. Og okkar fólk gerði bara býsna vel þar og gerði garðinn fregan. Já, nákvæmlega. Þannig að við vorum alveg ánægðir með það og þetta var náttúrulega bara undirbúningur fyrir stærra og meira sem er stóra sviðið í Ríó. Já, og mótið verður haldið núna bara í byrjun september og við eigum 5 keppendur er það ekki í ár? Jú, Ólympíumót fatlaðra er alltaf haldið bara beint í kjölfarið Ólympíuleikunum. Það er bara líður hálfu mánuður á milli og svo erum við bara mætt. Og við komum eins og þú sagðir, við erum með 5 keppendur, 3 sundmenn, 1 sjálfsjóðamann og svo eignuðust bókfimmi skipti í fyrsta skipti sem skaut síðan á móti. Já, það er nú ansi magna með við svona aðstæður til æfinga til dæmis í bókfimmi á Íslandi. Bókfimmin er ykkur mest vaxandi íþróttagrein bara allavegna á stór Reykjavíkursvæðinu. Það er gríðarleg það verður vera gríðarlegur áhuga fyrir henni en hins vegar höfum við ekki kannski verið með margar fatlaðarskittur og það er kannski pínu öðruvíseldur en var árum áður þegar að bókfimi hér á Íslandi var nánast eingöngu stund á fatlaðar. Nákvæmlega. En mótið er náttúrulega bara haldið núna í beinu framhaldi og stærð mótsins er náttúrulega alveg svakaleg. Jú, en hún er samt sem áður ekki Ólympíumót fatlaðra er ekki jafn stórt eins og Ólympíuleikarnir. Einfaldlega út af því að Ólympíumót fatlaðra er teiknað upp svona fyrirfram, getur það sagt. Það er búið að ákveða hversu margir keppendur er í hverju grein. Þess vegna eru margir, við þó þeir náðu tilskildum Ólympíulámörkum að þeir eru ekki þarna meðal keppenda. Það eru bara 16 bestu í hverju grein, í hverjum flokki sem keppa. Þess vegna á Ólympíumótum fatlaðra þá sérðu aldrei annað heldur en bara undarásir úrslit. Það er ekki milliriðlar og hitt og þetta eins og er á Ólympíuleikunum. Þannig að þetta er svona í rauninni bara eitt tækifæri og það er annarkvort bara beint í úrslit eða ekkert. Já, það er bara þannig. Það eru bara tvennar undarásir, það er 2 riðlar í undarásum og svo er bara úrslit. Þannig að fólk sér bara allra besta íþróttafólk úr fatlaðra á þessum mótum. Og eins og maður segir, það er eins hátt eins og það er þá eru fjöldi mjög hæfra íþróttamanna sem sitja eftir með sástenni. Þeir eru kannski þekktastir 2 úr sem hóp Jón Margi Sverrisson sundkappi og náttúrulega Helgi Sveinsson spjótkastari. Já, þeir eru búin að vera mest í sviðsljósinu upp á síðkastið og hafa verið það bara alla guti frá 2012. Helgi, hann er 2-faldur Evrópumeistari og heimsmeistari frá þessum árum. Já, en það er náttúrulega öðruvísi flokkurinn er það ekki núna, hann er í erfiðari flokki heldur en til dæmis svona undan, það var það ekki bara í fyrra sem því var breytt? Jú, nú keppir hann í sameiginlega flokki það er kallað, hans flokkur er kallað F42. F stendur fyrir fíld eða það sem það er svona fyrir það sem er að kasta og stökkva. Og hann er í flokki F42 en þeir voru sameinaðir flokkar 42, 3 og 4. Og lægri tala því er alltaf meiri fötlun þannig að hann er að keppa þá á móti sér minna fötluðum mönnum sem eru með minni fótaskaða, getur við sagt. En hann lætur það ekkert á sig frá. Hann endaði í 3. sæti á þessu heimsmeistaramóti sem hann fór fram í Katari í október í fyrra. Þannig að við skulum sjá hvað hann og hann á ennþá
hann á ennþá heimsmetið í flokki 42, 4 og 4. Þannig að hann þarf bara að hitta á það. Já. Svo hann Jón Margeir náttúrulega, hann náttúrulega gerir sig alltaf líklegan. Hann er alltaf líklegur. Hann var númer 2 á þessu Evrópumeistaramóti. Tapaði hann heimsmetinu sínu til Rússa sem þá var að synda. Nú eru þeir náttúrulega ekki allavega eins og máli standa, þá virðist vera sem svo að þeir hafi bara útilokað alla Rússa frá keppni á Ólympíumóti fall. Þeir ætla að ganga aðeins lengra heldur en þeir gerðu þarna í alþjóða Ólympíuhreyfingin sem að valdi bara út einhverja eða setti alþjóða samböndin í þá stöðu að velja. Þannig að við skulum sjá að það er alveg klárt að Jón Margeir hann er á meðal 5 bestu sundmanna í heimi í sínu flokki. Svo er eins og bara þetta margfræga dagsform sem oftar en ekki skilur á milli fegs og ófegs. Og svo er það Sonja Sigurðardóttir og Thelma Björk Björnsdóttir sem að taka þessum samfelldum framförum alltaf. Já, Sonja hún var nú reynda með okkur sem Ólympíumóts þáttakandi í Peking 2008 og það er gaman að því að hún skulle vera komin aftur. Og hún er náttúrulega þar að leiðin til þetta er ekki stóra sviðið er ekki jafn stórt fyrir hann eins og var kannski í Peking 2008. Hún veit pinlít út í hvað hún er að fara. Já. En Thelma hún er búin að vera bara samfellt að bæta Íslandsmetin í sínu flokki, þannig að hún getur alveg gert hluti sem að kannski ekki allir er að búast við. En hún á heilmikið inni og kannski horfum við á hana sem okkar vonastjörnu í framtíðinni. Nákvæmlega. En hann Þorsteinn Halldórsson, hann er náttúrulega nýr í bóðfeiminni. Það verður fróðlegt að fylgjast með honum. Já, hann kom eins og hvítur stórsveipur inn til okkar og tilkynnt okkur það fyrir svona tæpum 2 árum að hann ætlaði sér að fara til Ríó og við svona. Já, maður tók ekki alveg öllu sem hann var að segja. Manni fannst maðurinn vera svona full kókrustur en hann stóð bara við stórorðin og hann gerði það í raun og veru með síðustu öra á síðasta móti sem Ólympíumóts sæti var í boði. Þannig að hann var í svona úrslátta keppni og eins og ég segi, það var bara síðast örin sem að tryggði honum síðasta sæti. En hann er bara flottur. Já. En Paralympics hefst núna 7. september, fer íslenski hópurinn eitthvað fyrir út eða mætaði bara sama dag á keppnin er? Nei. Þetta það þarf að aðlægast nýjum aðstæðum og eitt og annað. Nei. Jón Björn sá sem er aðfaristjóri núna, hann fer út 30. ágúst, hópurinn fer svo og hérna frá Íslandi 31. Og þá tekur Jón Björn á mótiðin bara þegar þau koma vefur þau bara, búin að skrá alla inn og taka til og gera fint. Nákvæmlega. Og það er væntanlega komið mikil tilhlökkun? Já, það er mikil spenningur í loftinu og fólk klakkar bara til að takast á við. Eins og maður segir stóra svið og fá að sjá og upplifa og prófa. Veistu eitthvað til þess hvort að við Íslendingar náum að horfa á okkar keppendur eitthvað svona í beinni? Er það eitthvað komið hreint? Já, það er Rúf er búin að tilkynna það. Þeir verið með tökumann og íþrótta fréttamann þarna úti. Hans Steinar Bjarnason verður þarna. Og svo verður Morgunblaðið líka með fréttamann á staðnum. Þannig að við skulum vona að við fáum góða og ítalega umfjöllum okkar fólk. Það var alveg skilið. Engin spurning, enda afreiksfólk þarna á ferð. Já, það er náttúrulega bara Paralympics framundan og svo náttúrulega er aldrei stoppað hjá okkur því, já, eftir Paralympics er þá ekki, það er alveg fullt framundan, þið eru náttúrulega ekki komin líka í liftingar og eitthvað fleira Evrópumót og það er allt í gangi. Á árinu 2017 þá byrja bara
þá komin nýtt bara svona ólympíumótshringur og hérna það eru þá bara búið til nýtt 4 ára plani eins og við gerum alltaf og hérna það eru náttúrulega heimsmeistaramót árunum hérna 2017 nú síðan er náttúrulega 2018 þá hérna ólympíumót fallar í vetrið í Suður Kóreu þannig það er í sjálfu sér alltaf í hérna mörg horn að líta og hérna bara gaman að því. Já, nákvæmlega. Ólafur Magnússon, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara áfram Ísland. Já, takk fyrir það. Bestu þakkir. Takk fyrir að fá að tala, takk bless. Já, þetta og meira til inn á meðal annars ifsport.is og frábært að heyra það einmitt að RÚV muni sína frá í beinni þarna vera með tökumann, þannig að við getum fylgst með okkar fólki. Nú, náttúrulega eins og komum inn á hverju keppindu væru, það er náttúrulega 5 fulltrúar sem að fara fyrir Íslands hönd þarna, það er Jón Margi Sverrisson í sundi, Sonja Sigurðardóttir sundi, Telma Björg Björnsdóttir í sundi og Helgi Svinsson í frjálsum og Þorsteinn Halldórsson í bogfimi. Nú það er bilið, við ætlum næst í akstursíþróttinar og einnig ætlum við svo fara líka eitthvað í knattspyrnu og gott eitthvað það. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.